Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Matteusarpassan gríðarlega stórt og mikið tónverk sem krefst margra til að flytja. Hún fyllir þessa stóru bók sem ég hérna held á. Og þetta verk sem að Jóhann Sebastian Bach samdi á hátindi síns ferils sem kirkjuorganisti og tónlistarmaður í Leipzig, Tómasarkirkjunni í Leipzig, og samið var til flutnings á föstudaginn langa sem guðsþjónusta og hefð var fyrir og enn sums staðar að flytja píslasöguna í tónum. Söguna það þegar Kristur var dæmdur til dauða, krossfestur, dáinn og grafinn. Og í þessu verki þá texti úr Matteusar guðspjalli sem að segja þessa sögu og Bach valdi af einhverjum ástæðum að leggja sérlega mikið í akkurat þetta verk svo hann semur það fyrir 2 hljómsveitir og 2 kóra auk barnakórs. Þannig að verkið var sérlega íburðarmikið, ef svo má segja. Og það eins og hann í þessu verki leggi metnað sinn og leggi í rauninni sig undir sem tónskáld. Og þetta svona eins og sýnisbók allt þess besta sem hægt var að gera í tónlist til þess að segja sögu. Og við þekkjum náttúrulega á Íslandi hliðstæðu við passíurnar passíusálmar Hallgríms Péturssonar sem reyndar voru, hugsaðir til söngs en við sálmalög sem að fólk þekkti. En þetta verk sem sagt það umfangsmikið að það kemur því miður allt og sjaldan til flutnings og ég svo heppinn að fá að stýra fyrsta flutningnum á Norðurlandi held ég megi segja og hér á Akureyri og sem barnfæddur akureyringur þá var þetta náttúrulega alveg sérlega gaman og ánægjulegt og ekki síst að fá að vinna þetta verk hér með norðlenskum flytjendum, með kórum frá Akureyri og Norðurlandi og hljóðfæraleikurinn sem tilheyrir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Tónverk af þessari stærðargráðu býsna flókið í framkvæmd. 100 manns koma að flutningnum og því skiptir miklu máli að undirbúa sig vel og stilla saman strengi. Undirbúningurinn hófst bara hjá mér eftir áramót. Þá þurfti ég að draga fram stóru bókina því að það voru rúm 10 ár liðin sem ég stjórnaði þessu síðast. Og það var dásamlegt að opna bókina og fara að skoða verkið og endurlæra það. Sama tíma voru hér 2 kórar fyrir norðan að hamast að æfa og svo þurfti náttúrulega að kalla til einsöngvara, þeir komu víða að. Við erum með söngvarar sem að líka eiga rætur að rekja sumir til Akureyrar, það fannst mér sérlega gaman. Og ég kom hingað svo og hitti kórana á laugardaginn var og það var óskaplega gaman að hitta fólki sem búið að æfa þetta frá áramótum og heyra hvað þau voru vel tilbúin. Við áttum mjög góða æfingar helgina þannig að þegar við komum svo saman hér í gær, hljómsveitin, ýmsum áttum og kórarnir, þá var þetta svona eins og við værum á ættarmóti og allir voru glaðir og þetta bráðnaði saman á stuttum tíma og við áttum dásamlega stund hér í gærkvöldi og þannig verður þetta áfram núna fram að tónleikum sem hérna á skírdag. Nú þetta í raun engir venjulegi tónleikar, söngvarar og tenorar með hlutverk, 2 kórar, það leikþáttur í þessu. Þetta mjög margslungið verk. Já, og mjög dramatískt og það einmitt, hann nýtir það að hafa þessa 2 kóra til þess að
dramatísera allar þessar áhrifamiklu myndir sem koma upp þegar að líðurinn að mótmæla, þegar að æðstuprestarnir að hneykslast og hann sleginn og hann barinn. Þetta kemur allt fram í músíkinni og á mjög áhrifamikinn hátt. Og svo inn á milli kom alltaf undurfallegar útsetningar af sálmum sem að væntanlega eins og fólkið í kirkjunni sé að syngja, og það kemur yfirleitt sem svar við atburðunum á mjög fallegan og áhrifaríkan hátt. Og svo þessar aríur sem að einsöngvararnir syngja, sem yfirleitt útleggingar, hugleiðingar það sem að gerast. Viðbrögð við sögunni, stundum dálítið langar hugleiðingar, en það svo unaðsleg tónlist og þessar aríur í þessu verki margar og allar dásamlega fallegar og mjög ólíka hver annað. Þetta eins og bara fjársjóðskista sem opnuð þegar þetta verk flutt, og það tekur langan tíma. Þetta alveg með hléið 3 klukkutímar, en fólk hefur textana fyrir framan sig og það hefur þessi fjölbreyttu tónlist og það á engum að leiðast við Matthías og Passíuna. Myndirðu segja að Matthías og Passían væri verk sem á við í nútíma samfélagi? Já, sjálfsögðu. Þetta svo sammannlegt. Það verið að fjalla um sömu hlutina við erum að horfa á í fréttum núna. Það eru átök. Það eru átök milli góðs og íls. En hvaðan skyldi hugmyndin af tónleikunum vera sprottin? Hún kemur hérna frá Akureyri, Menningafélagið og Þorvaldur Bjarni, sem hefur svona stóra sýn á og vill gera stóra hluti og vill fjölbreytni. Eins og Akureyringar hafa séð hérna Menningafélagið, það mjög öflugt starf og mjög fjölbreytt. Og hann vill líka þessi deild tónlistarinnar, klassíska tónlistin, fá að njóta sín, og það mjög virðingavert og bara finnst þessi stórhugur alveg frábær. Ég vona bara að það verði hámálmessan eftir Bach næst og svo framvegis. Svona að lokum, á hverju eiga áhorfendur von sem koma hérna? Bara ég vona að þeir eiga von á stórkostlegri tónlistarupplifun og svona andlegu baði. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.